Góðar hálsar, við ætlum að leysa þessa rás sem er hérna fyrir framan okkur sem er típist RC dæmi, þetta er step response eða þverpsvörunar dæmi og ef við byrjum bara á liði A þá erum við beðin að finna spennuna VC 0 rétt eftir að rofinn hefur skipt um stöðu og þar sem spenna í þétti getur ekki breyst samstundis þá hljótum við að geta sagt að spennan í þéttinum rétt fyrir skiptingu er sama spenna og er rétt eftir skiptingu og þá er þetta einfallega að finna, ef við finnum þessa hér þá væntanlega vitum við þessa stærð hér og hvað er VC rétt fyrir skiptingu? Jú, það hlýtur að vera steady state yfir þéttirinn hérna og ef við munum það að þegar þessi þéttir hér er orðinn fullhlaðinn að þá virkar hann í rauninni bara eins og opinn rofi þannig að þurfum nú kannski ekki alveg en við skulum samt sem að gera þetta við skulum teikna þessar ásætna upp aftur eins og niður í steady state og hérna ætti þéttirinn að vera en hann er fullhlaðinn þannig að hann hegðar sér eins og opinn rás þegar þetta er opinn rás hérna og hérna er með pluss og mínus 50 volt að hér er engin straumur þannig að öll spennan hér hún hlýtur einfallega að fara hérna yfir þannig að við getum sagt að spennan í þéttunum rétt fyrir skiptingu er sama sem spennan í þéttunum rétt eftir skiptingu og hún er einfallega 50 volt þannig að við erum búin að svara A-lið hér og taka þetta út það er ekki mikið pláss sjá ok, þá skulum við skoða lið B og lið B, þetta er nú hræðilegu litur býtum aðeins ok, lið B hérna erum við beðin að finna spennuna yfir þéttirinn þegar T í rauninni stefnir á óendanlegt og hvað merkir það? Jú, það merkir einfallega að þessi rofi hér, hann skiptir þegar T er 0 þannig að þessi hérna er alveg pottitt lokaður í okkar tilfelli og þegar T stefnir óendanlegt þá er þessi rás hérna hún er þá væntanlega löngu búin að ná sínu steady state þéttirinn hérna löngu búin að hlaðast upp þannig að við skulum teikna þessa rás upp hérna er þéttirinn hérna er rofinn, hann er lokaður fyrir hérna er 20 ohma viðnám okkar hérna fáum við 5 ohma viðnám og hérna fáum við 30 volta spennugjafa þessi hérna er mínus 30 volt hérna er VC 25 þannig að hver er spennan hver er þessi spenna hérna núna og gerir ykkur grein fyrir því að við erum að tala þegar T er að stefna á óendanlegt þessi rás hérna er löngu búin að ná sínu steady state þannig að spennan yfir þéttirinn hlýtur bara að vera sama og spennan sem liggur hérna ekki satt og þetta verður einfallega þá bara einfalt svona voltage divider dæmi og þá getum við sagt að VC er sama sem VAF er bara 20 eða einfallega mínus 30 sinnum 20 pluss 5 ohm og þetta verður svo mikið sem 24 eða mínus 24 volt og þetta er sem sagt loka spennan þetta er, við getum líka sagt að þetta sé VC final eða mínus 24 volt og í þessu dæmi ætlum við að nota sem sagt almenna jöfnu fyrir fyrsta gráðu kerfi og þá erum við búin að vinna okkur hellingin með því að finna í rauninni þessa stærð hérna strax ok næst er spurt tímastöðulinn hvað er hérna? C-liður, tímastöðulinn þegar T er stærri en 0 og það er þá verið að spyrja tímastöðulinn þegar við erum í stöðu B og
Skóla hérna niður. Þannig að við erum komin í lið C. Tímastuðlinn fyrir RC-rás er einfaldlega bara viðnámið sinnum C. En hérna þurfum við aðeins að stoppa áður en við rjúkum af stað og sem sagt, tímastuðlinn er einungis það viðnám sem þéttirinn í rauninni sér. Þannig að við skulum teikna rásina hérna upp fyrir C-lið og skoða aðeins betur hvaða viðnám í rauninni hann er að sjá. Þannig að maður sjá 20, hérna er 5. Þannig að við erum með viðnám sem kemur hér niður. Þetta hérna er 20. Svo erum við viðnám sem kemur hér. Og svo erum við með eitthvað spennugjafa hér, en þegar við erum að reyna að finna þefinin viðnámið, eða viðnámið sem það sér, að þá muniði úr DC-rásum að spennugjafar, þeir skamhleypa, strömgjafar, þeir eru opin rás. Þannig að hérna erum við 5 ohm, 20 ohm og þetta er einfallega bara hliðtenging hér. Þannig að viðnámið sem þéttirinn sér er einfallega bara þefinin, það er einfallega 20 hliðtengt við 5 eða 4 ohm. Ok, við erum komið 4 ohm og þéttirinn okkar var 25 nano. Þannig að við getum sagt að tímastuðullinn er 25 sinnum 10 í mínus 9 sinnum 4 og þetta er svo mikið sem 100 nanosekúndur. Ok, herru, við skulum þá stökkva í lið D og þá erum við beðin að finna spennuna rétt eftir skiptingu. Ok, þetta er liður D og hér viljum við finna í rauninni strauminn í C á augnablikinu sem rofins lendir í stöðu B. Og til þess að sjá þetta betur skulum við enn og aftur bara gera einfalda teikningu fyrir þennan hluta. Og því meira sem þið verið sjóðar í þessu, því minna þurfum við að gera af þessum jafngildisteikningum, en það er svona betra að nýta sér þetta meðan maður er að koma sér stað í þessu. Og við skulum byrja á því að skoða heildarspennuna sem verður í rásinni þegar IC er 0. Afsakið, þegar straumurinn yfir spóluna er á tímanum 0. Hvað er straumurinn þegar rétt eftir skipt? Ok, þannig við skulum líta aðeins á upprunalega teikningan aftur og við skulum einfaldlega teikna þennan hérna hluta aftur. Og þetta kemur þá, hérna erum við með þétti og við erum með viðnám sem kemur hérna niður sem er 20 og við erum með 5 ohm viðnám okkar hér og svo erum við með mínus 30 volt hér. Hérna erum við 5 og við skulum byrja að gera okkur grein fyrir hver er spennan í rauninni í rásinni þegar tíminn er rétt eftir skiptingu. Og hérna erum við VAF-C og við skoðum áðan að VAF-C rétt fyrir skiptingu er sama sem VAF-C rétt eftir skiptingu eða 50 volt. Þannig að við getum sagt strax hér, hérna erum við með 50 volt. Þess að snýsta þetta aðeins til að sjá. Hvað gerst hér? Þannig að við skulum segja bara hér að hérna erum við með 50 volt. Ok, og við erum byrjum að finna í C rétt eftir skiptingu. Og hvað er það? Það hlýtur að vera straumurinn sem er að fara hér, ekki satt, niður. Áðan vorum við búin að athuga það að hérna erum við með mínus 24 volt. Þannig að við skulum tekna aðra augnablikismynd. Hérna erum við með þéttirinn okkar og
hérna erum við með viðnámið okkar, hérna erum við 50 volt pluss og mínus, og svo erum við mínus og pluss hér 24 volt, þannig að þetta verður einfallega, ef við myndum byrja á því að við myndum bara vera hér og rölta hérna niður, svona þennan hring hér, og taka saman allar spennurnar, þess að getur nú hræðileg teikning, en við vonandi skiljið hvert ég er að fara, að þá erum við með 50 volt, og svo pluss þessi hér, pluss 24, þannig að við erum með 74 volt sem sagt á þessu augnabliki sem rofinn skiptir, þá myndast hérna sem sagt 74 volt í rásinni at t er saman sem 0 pluss bara rétt eftir skiptingu, og væntanlega sem sagt rétt eftir skiptingu þá lítur þetta hérna að byrja að deyja eitthvað út og jari, en við höfum bara áhuga að sjá hvað er á augnablikinu akkurat þegar t er saman sem 0, og við viljum finna strauminn sem er í þessari rás hér, þannig að við þurfum að finna líka þá viðnáminn. Við getum samt einfallega bara I er þá vaff deilt með R, og við erum búin að finna voltinn, það er 74 volt, og það sem okkur vantar núna er einfallega bara viðnámið sem hann sér, og við vorum búin að taka það saman hérna áðan, viðnámið á augnablikinu í rauninni á augnablikinu þegar rofinn skiptir yfir á B, að það var 4 ohm. Þannig að við getum sagt hér 20 hluttengt við 5 eða einfallega 74 volt deilt með 4, og þetta ætti að vera 18,5 ampere. Þannig að I sé straumurinn sem hleypur að þéttunum hérna rétt á augnablikinu sem við erum að skipta er 18,5 ampere. Ok, svona halda áfram, það sé frekar stórt, og við skulum finna hérna E og F, og búið þetta meira pláss hérna, svona eitthvað, og liður E, við erum beðin að finna sérst almenna spennuefni fyrir þéttirinn þegar T er stærri en 0, þannig að við viljum finna vaff C fyrir öll T þegar T er stærra en 0. Já, og fyrir þetta þá ætlum við að nota sem sagt almennu jöfnu fyrstu gráðu kerfis, og hún er svona, við erum með x final plus x initial minus x final, og svo erum við með einhvern exponential t deilt með tá. Ok, og við erum að finna sem sagt spennu, þannig að við skulum finna skoðanan hérna lið og skoðanan hérna lið, og hvað er vaff C final? Við vorum búin að sjá það áðan einhvers staðar, við skoðum það í lið B, og þá sjáum við það að vaff C final þegar rásin er búin að ná endanlegu steady state að það er mínus 24 volt. Þannig að vaff C final mínus 24 volt. Ok, vaff C initial, hvað er það? Við vorum líka búin að sjá það áðan, það er spennan það leyti sem hann er að skipta, það er þegar þessi hérna rás hér áður hann skiptir, þegar steady state í rauninni af henni, og þetta var liður A, og við vorum búin að sjá að það var 50 volt. Þannig að við erum með 50 volt, og tímastöðullin tá, og vorum búin að reikna það væri 100 sinnum 10 í mínus 9. Ok, þannig að þetta er í rauninni bara, nú getum við bara fyllt út í þetta, þannig að vaff C fyrir öll T er einfallega mínus 24 volt pluss
50 pluss 24 mínus t til með 100 sinnum 10 mínus 9. Og ef við tökum þetta saman, vafsé sem þá fáum við svo mikið sem 74 mínus t 100 nano mínus 24 volt. Þannig að spennujafnan fyrir þéttirinn fyrir einhver tíma t er 74 hún er 74 sinnum og svo erum við með hérna decay faktorinn okkar og mínus 24. Ok, skulum skoða næsta lið sem er finna straumurinn fyrir einhver tíma t þegar t er stærri en 0. Þannig að þegar við lokum þessum rofa, finna almenna straumjöfnu. Ok, og skulum taka einhvern annan lit. C, T. Þetta er það sem við viljum finna á. Og hérna raunin getum við farið tvær leiðir. Við getum annars vegar sagt að við getum diffrað í rauninni þessa hérna jöfnu þar sem við vitum það að í einhverjum þétti er einfaldlega sinnum C sinnum dvaf dt. Þetta við getum klöngastiknum þetta hér, þetta væri ein leiðin. Önnur leiðin er einfaldlega að nota almenna lausnarefni fyrir fyrsta gráðu kerfi. Sem við gera áðan, þannig að við erum með x eitthvað t saman sem x final plus x initial minus x final og svo erum við einhvern decay hérna tá, ok. Hörru, við skulum nota þessa almenna lausnarefni hér og ef við skulum byrja á því að skoða bara hvað er E-final. Hvað er E-final? Hver er straumurinn í gegnum þennan þétti hér þegar rásin hefur náð steady state. Og við vitum það að þegar þessi þéttir hér er búin að hlaðast upp að þá er ekkert hérna, þá er þessi eins og opin rofi, þannig að þar fer engin straumur í gegn, þannig að E-final hlýtur að vera 0. Ok, E-initial. Það skrifum bara E-en hérna. Og E-initial, hvað var það? Áðan vorum við búin að skoða í lið D. Þá vorum við búin að skoða það hver í rauninni straumurinn er á augnablikinu sem hann skiptir yfir. Þannig að E-initial hlýtur að vera 18,5 ampere. Þannig að við getum hentað í hérna inn 18,5 ampere og þá getum við einfallega að nota almennu lausnarefnina og við skrifum E-final, það er þá 0 plus 18,5 minus 0 E minus t og svo táið okkar sem er 100 sinnum 10 minus 9. Og út úr þessu kemur svo mikið sem 18,5 E minus svona. Þannig að við erum þá búin að leysa alla þessa liði og við leystum þá með því að nota almenna lausnarefni fyrir fyrsta gáfukerfi og það yfirleitt auðveldar dæmin frekar mikið. Þannig að þá getur næst.